Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Það verður mikið að vera á Raufarhöfn í byrjun næsta mánaðar. Laugardaginn 1. október hefjast menningardagar og verður fjölbreytt dagskrá í boði alla vikuna. Föstudaginn 7. október verður blásið til afmælisveislu. Félagsheimilið Nýtbjörg 50 ára. Saga hússins margt merkileg, enda samkomuhús þorpsins. Félagsheimilið hefur látið nokkuð á sjá, en íbúarnir hafa tekið sig saman og unnið að viðgerðum og endurbótum að stórum hluta í sjálfboðavinnu. Og daginn eftir verða svo hrútadagar. Þar verða sem sagt hrútar í aðalhlutverki. En áður en við hugum að hrútunum skulum við líta inn í félagsheimilið. Jú, þetta stórhátíð. Við ætlum að byrja hann mánaðamótin og þetta fer fram að mestu hluta til í félagsheimilinu og endum á hrútadegi sem 7. október. Þetta félagsheimili Nýtbjörg, þetta hefur nú verið örugglega stórt og mikið á sínum tíma þegar það var byggt og fólk stórhuga. Já, gríðarlega. Þetta átti að vera menningarsetur Raufarhafnar. En það hafa staðið yfir endurbætur á húsinu að undanförnu? Já, örlítið. Gólfið að pússa upp, var alveg komið tíma á það. Það var búið að dansa í gegnum viðinn og svo vonandi verið farið í klósettinn á þessu ári. Reynsa þar út. Við kallum hana krossifingur og svo erum við í boðinu bara að taka okkur saman og reyna betra húsið aðeins. Já, það eru sem sagt íbúarnir sjálfir sem að standa í því að flikka upp á húsið. Já, við erum sem sagt að vinna bara í sjálfboðavinnu í húsinu. Hvaða hlutverki gegnir félagsheimilið? Þetta er félagsmiðstöð, getur við sagt þetta ekki? Jú, þá má reyna að segja það. Hér eru spilakvöld og barsvör eða pubquiz og alls konar ráðstefnur og fundir og hér er allt hægt að koma. Og hérna hafa orðið til hjónabönd og allskyns sambönd? Örugglega, ekki spurning. Örugglega margir sem að geta sagt það að þeir hafa verið til hér á balli. En það var komið tími á endurbætur? Já, algjörlega. Húsið náttúrulega 50 ára í dag og hefur svo sem ekki mikið verið gert, held ég. En hérna verður líf og fjör, afmælishátíðin og svo hrútadagarnir. Já, það verður bara ægilegt stuð. En þá að hrútunum blessuðum. Á Klifshaga þegar farið að undirbúa þáttöku í hrútadögum. Hvað það sem að einkennir góðan hrút í dag? Það svo margt, það ótrúlega margt. Það bæði ættin hans, foreldrarnir, hvernig þeir hafa verið að koma út. Móðirinn, hvort hún hefur verið frjósöm undanförnum árum, mjólkar vel. Hvort að faðirinn gefur þessu eiginleika, vöðvasöfnuninn og allt hvaðina. Og svo náttúrulega bara eins útlitið á skepnunni, hvernig hún samsvarar sér, hvernig hún er beygð og vöðvuð upp. Menn spá fljótlega í fitumagn til dæmis? Já, í og með. Menn vilja ekki hafa of mikla fitu en heldur ekki of litla. Við viljum hafa hæfilega mikla fitu með bara velgerðum og þéttum vöðvum í skepnunni. En hvað með frjósemi? Og svo þetta allt svona sameiginlegur þáttur. Við viljum að rollan og rúturinn gefi góða vöðvasöfnun samhliða hóflegri fitu og að hún sé tvílemd, hún sé fær okkur ekki eitt lamb og eins þá að hrútarnir sem við setjum á hafi þessa eiginleika að framrækta mæður sem að gefa okkur góðan uppelagni og frjósemi. Ættarskráin, hún skiptir væntanlega töluverðu máli? Já, hún skiptir miklu máli. Við erum með mikið skýrsluhald í kringum sauðféð og þar sem að afurðir kindana eru allar samanteknar í skýrsluhald og eins hrútana, þannig að við getum séð hverja kind og hvert hrút og hvað hann hefur verið að gefa og sett á eftir því. Þannig að við framræktum góða eiginleika foreldra. Hrútar sem að vera til sýnis á hrútadögunum. Hvernig sérðu hvort að hrútur álitlegur og einhvern sem myndi henda þínu búi? Við förum náttúrulega fyrst þegar lömbin koma svona fjallið, þá förum við í gegnum okkar lambahópa
og reynum náttúrulega sjálfur bændur að hafa auga fyrir því hvaða hrúta okkur finnst vera fallegir. Þeir eru náttúrulega, þeir eru misháir og þeir eru misláir og þeir eru mislangir og stuttir og við veljum þá hrúta sem okkur líst vel á, sem sagt eftir foreldrum. Við veljum það eftir frjósemismati og mjólkurlengrismati og vöðvasöfnunarmati og fitu. Og þegar við erum búin að velja einhvern hópar hrútum sem okkur líst vel á, þá kemur ráðunautur og stigar það fyrir okkur. Þá fáum við einkunn á alla skepnuna, við fáum einkunn á hausinn. Hausinn þarf að vera gallalaus. Það má ekki vera með of kreppt horn og ekki vera með yfirbitt. Svo höldum við aftur, þá fer hann og skoðar frampartinn. Hann skoðar hálsinn og herðarnar og bringuna og útlögur. Svo fer hann aftur á bakið og aftur á malirnar. Og þessi lína þarf að vera breið og vöðva þétt, eins bakið. Malirnar langar og breiðar og lærin holdug. Bæði að þau taki á móti hendinni þegar þú kemur aftan á þau og þau fylli vel upp í klofið, þannig að þau séu svona þétt vöðuð. Og svo er ómvöðin mældur með ómtæki. Þá er farið í miðjan hrygginn öðrum megin og þetta er bara í raun og veru kótalettan sem við erum að mæla. Þá mælum við vöðvaþykktina, kjötþykktina og eins fituna. Og við viljum að vöðvinn sé tiltölulega þykkur og fitan sé samsvarandi ekki of þykk en helst ekki of þunn heldur, en alls ekki of mikil. Er mikið viðskipti á hrútadögum? Það er allavega alltaf eitthvað. Það er svona rokkar, náttúrulega. Í þeim árum sem allavega mínum mati, er það þannig að þegar árferð er gott og vel hefur tekist til að þá eru hrútarnir náttúrulega, þá eru þeir vænir og fallegir og þá fá þeir góða dóma. Þeir eru með þykka vöðva og líta vel út. Þá er meiri sala. Og aftur höldum við í félagsheimilið. Ingibjörg býst við fjölmenni, íbúatalan jafnvel margfaldist. Jú, við skulum vona við allavega tvöföldust, það ekki? Já, svona 300-400 manns, það verður voða gott. Allavega á hrútadaginn og svo er náttúrulega Laddi sjálfur kvöldið. Hann dregur alltaf að. En þessi hrútasýning, hafa allir gaman að henni? Já, er það ekki? Er ekki alltaf gaman að sjá hvernig hrútarnir líta út og hvað er verið að gera og af hverju þeir eru seldir og svona. Þetta er mikið sauðfjársvæði. Já, þetta er gríðarlega og flott sauðkind hérna, mikið forystufé. Þannig að það er mjög fallegt fé hér, það er bara þannig. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.